Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skyrgerðin, Hótel Örk og Kjörís. Hveragerði blómabær landsins, enda bæjarfélagið þekkt fyrir allar garðyrkjustöðvarnar og án efa hlutfall menntaðs fólks á sviði garðyrkju hve hæst hérna. Bærinn vel gróinn og fallegir og eftirtektarverðir garðar nánast við hvert fótmál. Í þessum þætti og 3 til viðbótar skoðum við garða í Hveragerði, förum sem sagt á Garðaröll og við ræðum líka við fulltrúa bæjarins áhuga íbúana á garðrækt og umhverfismálum. En við skulum ekki bíða boðana, höldum í fyrsta garðinn og sjón söguríkari. Þetta Lyngheiði 1 í Hveragerði og hérna margverðlaunaður garður hjónanna Áslaugar Einarsdóttur og Péturs Reynissonar skrúðgarðyrkjumeistara. Hugsað fyrir hverju smáatriði sannarlega. Pétur tók á móti okkur og hann segir að garðurinn sé í raun og veru yndisgarður. Já, það má eiginlega segja það. Ég vil að við njótum þess að vera í honum. Það svona lykilatriðið. Þegar þú og þið fóruð að skipuleggja garðinn, hvað þarf þá helst að hafa í huga? Það svona helst bara þessar grunnþarfirnar. Við þurfum að hafa eitthvað fyrir bílana okkar undir þá, sem bílastæðið og gott aðgengi að húsinu. Og svo náttúrulega það sem mér finnst vera aðalatriðið, það dvalarsvæðin. Þar sem þú ætlar að vera í garðinum og njóta hans og bara láta þig líða vel. Það svona lykilatriðið finnst mér. Þurftuð að hugsa lengi hvernig þið vildu hafa ykkar draumagarð? Nei, eiginlega ekki. En samt gerði ég það þannig, þó ég hafi ekki þurft að hugsa það lengi, að ég var svo lengi að framkvæma. Ég búin að vera að framkvæma og kona mín í 20+ ár, sko. Þannig að við erum búin að vera lengi að hugsa það. Það má segja það. En hér óskupið ólík svæði til þess að njóta. Já, það vildi ég hafa því að ég vil geta verið úti sem mest. Og ég vil geta verið úti hvort sem það vetur eða sumar. Það á ekki að skipta máli. Af því ef veðrið gott, þá getur maður alveg setið út í garði. Maður bara klæðir sig vel. Það bara málið. Þið búin að prófa margar tegundur og þið svolítið mikið í því að skipta? Sko, áður fyrr þá skiptum við mikið vorum að prófa að kaupa okkur plöntur og prófa margar tegundir og sortir og núna mun minna. En við höfum alltaf haft það þannig að ef það lífir ekki, þá bara prófa eitthvað annað. Ég skýli aldrei plöntum. Ég leyfi þeim bara að tékka hvort að lifa veturinn af. Vera bara óhræddur við að prófa eitthvað nýtt. Algjörlega. En maður getur svo sem alveg spurt sig, Pétur, fyrst að þú leggur svona mikið upp úr þessu öllu saman, upp á Íslandi, ertu ekki bara alveg snarvittlausu landi? Nei, alls ekki. Ég líti á þetta sem áskorun. Og maður á alltaf að líta á það hvar maður sem áskorun fyrir það sem maður að gera. Og í mínu tilviki þá þetta svo áskorun að prófa eitthvað nýtt og finna út úr og læra endalaust. Af því við erum að læra allan tímann. Garðyrkjumenn eru alltaf að læra. Þeir eru aldrei búnir að læra. Og þetta verður svona hálfgerð ástríða að kljást við eitthvað sem virðist oft ómögulegt. Þetta margverðlaunaður garður. Já, við erum mjög þakklátt fyrir það að fólki finnist hann fallegur og vilji koma og skoða hann og veit okkur viðurkenningar. Það hvetur okkur áfram og við erum bara mjög ánægð með það. Fáið þið heimsóknir hérna alltaf af og til? Já, alveg endalaust. Það næstu á hverju ári koma hópar að skoða og bara auglýst eitthvað að gerast. Þannig að það mjög gaman að því. Breytist garðurinn hjá ykkur svona ár frá ári þá væntanlega? Já, hann gerir það. Hann náttúrulega vex og dafnar, bara eins og gerist með gróður og annað.
Og svo erum við óhrædd við að breyta. Við tókum niður limgerðið sem var umhverfis garðinn og það var orðið 5 metra hátt og allt of stórt og ekki nógu fallegt lengur. Þannig að við tókum það bara og þá var bara pláss fyrir nýjan gróður til að setja í staðinn. Og þá fengu hinar plönturnar meira rými, fengu að njóta sín betur. Þegar ég lappar hérna garðinn, svona, ég ímynda mér að þið hugsið svolítið það að minnka alla viðhaldsvinnu hjá okkur, er það rétt? Já, það er rétt. Sko, við erum með möl á beðum sem gerir það verkum við þurfum eiginlega ekkert að reyta arfa. Bara ef við sjáum eitthvað skjótast upp á milli þá bara tökum við það strax. Og setja hellur meðfram grasi, þannig að það er einfalt að kantskera, það þarf ekki að gera þannig að kannski á 3. hvert ár eða sjaldnar. Og það er ekki mikið gras, þannig að við erum ekki að eyða miklum tíma í að slá. Svo mikið að hellum og pöllum og bara mjög einfalt þegar að búið er að framkvæma. Þannig að þessi yndisgarður, hann kallar ekkert á mikla vinnu þannig lagð? Nei, ekki mikla vinnu en stöðuga vinnu. Og það er ekki hægt að segja að þetta sé viðhaldsfrítt af því það er ekkert viðhaldsfrítt. Það kallar allt á einhverja vinnu en það kallar ekki á að við séum bundin við eitt eða neitt. Við getum alveg leyft okkur að gera ekkert. Hérna aðeins hinum inn í garðinum, við sjáum það kannski hérna fyrir aftan okkur. Þar er garðhús og þú þar svolítið á veturna, eigum við að fara þangað? Já, gerum það. Þetta garðhús hérna, það kannski svona, þetta er þinn svona vetrarstaður? Já, þetta er minn staður á veturnar. Mér finnst mjög gott að koma hérna út þegar þokkalega gott veður og geta setið þarna í snjónum eða rigningunni eða slittunni eða hvað sem er. Eða þegar heiðskýrt og síðan norðurljósin. Það virkar líka. Já. En það er náttúrulega svona setur svolítið svona sterkan svip á hérna, þetta hotn hérna af þetta garðhúsið. Já, það rauninni hefur engan beinan tilgang annan en að vera hérna bara. Nei. Fyrir mig til þess að fara inn í. Já. Þannig að það er svona það sem ég vildi gera. Ég vildi hafa eitthvað svona afdrep. En það er alveg svona að ég var að fullt af smá hlutum út allan garð hérna hjá þér. Já, það er eitthvað sem hefur bara gerst smátt og smátt. Af því að ég svona gerði ekki allt í einu, heldur byrjaði á einhverjum stað og svo öðrum stað og svo smá saman tengdi ég allt saman og þá duttu inn svona smáatriði sem að ég var ofta að velta fyrir mér á þeim tíma. Þá var það ráðandi í hvert skipti þegar ég var að framkvæma og það er svona þannig get ég sjálfur séð hvað ég var að hugsa á hverjum tíma í framkvæmdinni. Eins og til dæmis hér í kringum þetta hús eru hellur sem ég lyfti upp þannig að það liggi ekki í mölinni. Það er svona aðeins eins og það sé á lofti, á floti sko. Og það eru svolítið svona einhver áhrif sem ég varð fyrir þegar ég var að framkvæma hér. Þannig að ég get oft lesið í hvað ég var að hugsa á þeim tíma. Og hvernig verða þessar hugsanir til? Það er bara þegar maður að lesa garðyrkju og kynna sér og líka lausnir og náttúrulega hellingur á netinu af alls konar útfærslum og hvernig hlutir eru framkvæmdir og ég nýti mér það bara, alveg hiklaust. Hver er tískan í Hveragerði svona í ár, sýnist þér? Engin beint tíska, það virðast allir bara gera með sínu nefi, svolítið. Og garðar eru bara misjafnir og fólk er. Þú getur oft séð flotta garða og svo minna hirta garða. Það er bara allur gangur í því.
Hvaða ráð gefurðu nú fólki sem að er að fara að móta sinn garð? Sko, það fyrst og fremst náttúrulega að gera ekki of mikið í einu. Sérstaklega ekki ef að þú ert ekki alveg með á hreinu hvað þú vilt. En allavega byrjaðu bara á, sem sagt, ykkur einföldu, útbúa dvalarsvæði og ekki hætta þar og fara bara að hvíla þig. Heldur halda áfram út í garðinn og búa til ólík svæði, meira segja litli garðar, bjóða upp á það að þú geti verið með ólík svæði. Þú getur verið með, ef þú vilt rækta sjálfur einhverja matjurtir, þá bara gerur það í ákveðnu horni á garðinum en hafa einfalt og fá ráðleggingar, bara fara og spurja þá sem að geta aðstoðað og vera óhræddur við það að spurja. Og oft gott að fá einhvern á staðinn sem að veit hvernig á að gera hlutina og hvernig hægt að gera þannig að viðhald verði ekki erfitt á garðinum. Það á ekki að vera kvöð að vera í garðinum, heldur bara út að njóta þess að vera í garðinum. Og mistök, þau eru alveg leyfileg? Alveg, 100%. Það bara eitthvað sem allir gera og ég lít svo sem ekkert á þessi mistök. Heldur það svona bara eitt skref í áttina að þeim punkti sem þú vilt vera. Það í rauninni, þannig sé engin mistök. Það ekki nema að þú fáir einhvern slæman verktaka til að gera eitthvað fyrir þig og hann kann ekki að gera neitt. Það geta verið mistök. En svona með plöntur og annað, það alltaf hægt að færa og gefa plöntur. Ef maður með of mikið, þá bara gefur maður. Þetta mjög einfalt, allt saman. Ertu ánægður með garðinn eins og hann núna? Já, ég alltaf ánægður með hann. Ég búinn að vera ánægður með hann frá því að var lítið sem ekkert í honum. Þá var ég mjög ánægður með hann líka. En hvert ár þá breytist garðurinn og ég bara alltaf ánægður með hann. En það sem ég kannski ánægðast með núna, hvað ég þarf lítið að vinna í honum og meira bara vera í honum. Sitja og njóta þess að horfa á hann. Það var svona markmiðið sem að ég hafði helst í huga. Það var að komast á þann stað einhvern tímann. Þannig líka á yndisgarður að vera? Já, þú átt að njóta þess að vera í honum. Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skyrgerðin, Hótel Örk og Kjörís. Áfram höldum við í Garðarölti í Blómabænum Hveragerði. Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri segir að Hveragerði standi fyllilega undir nafni sem Blómabær Íslands. Ég held að allir sem að koma til Hveragerðisbæjar hljóta að vera sammála að þetta Blómabærinn. Það einstaklega gróðursælt hérna og bæði íbúar og bæjarfélagið leggja mikið metnað í að rækta og það gott að rækta hérna. Veðursæltin mikil, þannig að ég held að Hveragerði Blómabærinn, engin spurning. En svona, hlutverk bæjarins í umhverfismálum og þessum málaflokki töluvert væntanlega. Já, við setjum mikla peninga í umhverfismál og höfum alltaf lagt mikið metnað í að hafa bæinn bæði snyrtilegan og fallegan og ekki síður litríkan. Og ég vona að gestir bæjarins taki eftir til dæmis bara blómabeðunum sem eru á miðeyjum á aðalgötunni á Breiðumörkinni. Þar sem við erum svo heppin, við erum með frábæran garðyrkjumann sem sér þessi beð ásamt öðrum blómabeðum bæjarins og ég held ég geti sagt að það óvíða sem þú sér í að litrík og falleg blómabeð eins og þarna. Þannig að við viljum hafa þetta litríkt, grænt og gróskumikið.
bærinn, hann veitir umhverfisverðlaun og alls konar verðlaun. Það væntanlega gefandi og gaman að taka þátt í því fyrir bæjarstjóra. Já, frábært. Við erum með umhverfisverðlaun sem við veitum þeim sem svona skara fram úr á sviði umhverfismála. Það á sumardaginn 1. og alltaf á hátíð sem þá haldin upp á Landbúnaðarháskóla Íslands, garðyrkjudeildinni sem hér. Og það mjög ánægilegt og síðan síðla sumars þá fer umhverfisnefndin á kreik og velur eftir að hafa kallað eftir tilnefningu frá bæjarbúum, velur fegustu garðana og best hirtu og það stórkostlegt og þeir eru síðan opnir til sýnis fyrir gest og gangandi og þá getur maður farið og fengið góðar hugmyndir og séð svona hvernig þeir sem að gera þetta best gera þetta og hvað maður þarf að gera og hvað maður þarf að leggja á sig til að eiga möguleika á því að vera með fegustu garðin. Það ekkert smáræði. Ykkur fjölgar hressilega, við erum hérna á nýjum leikskóla. Tengjurðu fjölgunina að einhverju leyti við að þetta sé blómabær landsins? Kannski ekki aðeins þetta sé blómabær landsins, heldur að bærinn sé fallegur. Ég held að skipti gríðarlega miklu máli þegar fólk að velja sér framtíða búsetu að það sjáu fyrir sér að það sé gott mannlíf, fallegt umhverfi og sjáu fyrir sér að lífið í nýjum bæ geti orðið skemmtilegt. Og það held ég að við getum boðið upp hér, engin spurning. Og þessi nýji leikskóli sem við sjáum hérna lóðina á, þetta liður í því. Og núna til dæmis, sem kannski ekki beint erindi í Garðaþátt, mér langar samt að segja ykkur frá því, að núna erum við búin að bjóða öllum börnum sem fæddu eru árið 2018 pláss á leikskóla. Þau geta öll komist inn og þau eru að komast inn í jafnvel allt niður í 10 mánuða. Og við höfum ennþá laust pláss. Þannig að það ennþá laust í blómabænum fyrir þá sem áhuga á að flytja. Við ætlum ekki að tefja þig, Aldís bæjarstjóri, bara þakka þér fyrir og við bara förum í næstu garða heimsókn. Bara gangi ykkur vel. Áfram höldum við garðaröltinu í Hveragerði. Þetta Brúarhvammur og hérna búa hjónin Guðrún Jóhannesdóttir og Sigurður Ingimarsson. Þau hjónin ráku langt árabil garðyrkjustöðina Fagrahvamm í Hveragerði, landsþekkt stöð fyrir rósir. Brúarhvammur tilheyrir reyndar Ölfusi en engu að síður svo að segja í Hveragerði og þau hjónin hafa óskað eftir því að tilheyra Hveragerði. Garðurinn þeirra margverðlaunaður. Þau hjónin eru greinilega samhent í garðinum og hann rótgróinn. Hérna auðvelt að gleyma sér innan alla plönturnar. Já, garðurinn hérna hjá okkur, hann nú orðinn ansi rótgróinn. Já, hann náttúrulega byrjar að koma inn í aldur svolítið. Það hefur verið 64, það byrjuði smátt og smátt. Hefur hann tekið miklum breytingum svona eftir því hvernig þið hugsuðu hann í upphafi? Já, það myndi ég nú segja. Það voru sett bara, Alparussi var sett hérna fyrst, alveg austurur. Og svo var hringurinn svona tekinn, svona í boga og það var verið að setja niður blóm og eitthvað, svoleiðis stótar í. Getum við ekki sagt að þetta sé sælureitur? Jú, ég held það. Ég held að sé að ekkert hugsaði öðruvísi en að þetta sé það. Það var bara gerður svona smátt og smátt og höfður okkur, sko. Ekki neitt teiknari sem teiknaði hann upp. Voruð þið sammála í upphafi hvernig garðurinn ætti að vera? Ætli hann hafi ekki alltaf ráðið. Ég býst við því hvernig hann vildi hafa garðinn. En ég segi bara að ég er bara mjög ánægð með garðinn og umhverfi hérna, en það hefur náttúrulega verið vinna, endalaus vinna, ef maður ætlar að hafa þetta í lagi. Það gaman að sjá þetta vaxa og dafna. Hafið þið hugmynd fjölda plantna í garðinni hjá okkur? Nei, ég hef ekki hugmynd það. Það gæti verið á 300 fjölæringar hérna. Það nokkuð margar tegundir á trjám hérna. Hvenær byrjiði nú á vorin að huga að garðinum? Já, það nú hérna umgerðin hérna, heggurinn hérna kring, hann verður svona grænn í apríl. Hann fyrstur þetta að koma upp grænka. Svo kemur þetta koll á kolli. Hvaða tími nú skemmtilegastur í garðinum að ykkar viti? Ég held að sé bara alltaf skemmtilegt að vera hérna í garðinum. Og sérstaklega í góðu veðri, þá náttúrulega hægt að gera heilmikið.
Eru þið aldrei ósammála hvernig garðurinn eigi nú að líta út? Jú, auðvitað getum við ósammála, það er ekki alltaf já og nei og eitthvað svoleiðis, maður bara kemst svo að samkomulagi. Hvað með allar þessar plöntur sem að þið eru hérna með, hvaðan koma þeir? Þær koma, þessar fjölæru plöntur sem við höfum, það kemur bara allt frá henni Sigríði Tómasdóttur á Selfossi og það er mikil garðyrkjukona og á geysileg safn af fallegum plöntum. Sigurður, þú varst nú með garðyrkjustöð í allmörg ár og þú sérhæfðir þig í raun og veru í rósum. Já, skornum rósum, já. Já. Og það gekk bara ljómandi vel, þangað til skjálftinn kom 2008. En hérna eru nú aldeilis rósirnar líka að finna í garðinu hjá okkur? Jú, það eru til hérna, nokkra tegundir. Og þið eruð að njóta ávaxtanna alltaf á hverju sumri og all árin? Já, það er það. Ég myndi ekkert vilja fara hérðan. Það er mjög gott að meðan heilsa leyfir að dundi í þessu. En Sigurður, það sem ég tek eftir hérna þegar maður kemur onni í garðinn, þú ert með hlyn, hann er nokkuð áberandi í garðinum og það eru nokkra tegundir. Já, hlynur þrýst vel hérna á Suðurlandi. Kanadískur hlynur er í mjög fallega, hann alveg þýtur upp. Og svo er þetta með annan hlyn, það er sem Japanshlynur, hann er nú viðkvæmur, hann hefur lifað hérna. Eigum að byrja á því að líta á Kanadahlyninn. Ertu með einhverja skýringu á því hvers vegna Kanadahlynurinn hann lifir svona góðu lífi hérna á Íslandi? Ég held að sé svona út af því að hann er norðlægur frekar. Já. Ég myndi segja það. Já. Hvað er þetta tré gamalt? Það er ekki nema svona 10 ára. Já. En það er náttúrulega djúpur jarðvegur hérna. Það er það sem að... Það er líka það. Það er dálítið mikið að segja. Já. En þú hefur ákveðið að planta því hérna strax eða hvað? Já, það var til að fá lit á þetta eitthvað. Já. Það er gaman að fá lit í garðana. Já. En Kanadahlynurinn, hann er nú svona ekkert mjög algengur á Íslandi. Alls ekki. Og hlynur yfirleitt er bara mjög fallegur og það er eiginlega synd að fólk vil ekki planta meira á honum. Já, ættum við ekki að gera miklu meira við Íslendingar? Jú. Hann er sterkur og kelur aldrei. Þessi garðahlynur íslenski sem er nú algengastur, ég hef aldrei séð hann kala. Nei. Og þessi er nú ekki frá Kanada, hann er bara frá Japan. Hann er frá Japan, japanskur hlynur. Já. Hægvaxta og viðkvæmur. Já. Hann er mjög hægvaxta. Mjög hægvaxta. Hvað er hann gamall þessi heldurðu? Já, hann gæti verið 5 ára. Já. En hann er í skjóli hérna og... Hann er í skjóli. Já. Og bara djúp, það er djúpur jarðvegur hérna líka. Já. Það skiptir miklu máli. Já, ég held það. Fyrir hlyn, yfirleitt. Heyrðu, nú ætla ég nú að kveðja þig og fara yfir til hennar Guðrúnar. Hún er í rósunum. Þú treystir henni alveg fyrir blómunum? Blómunum, já, ég treystir fyrir blómunum. Hún er mikil áhuga manneskja því. Með bóndarósirnar, þær eru nú svolítið sprungnar út hjá þér, eða ekki? Já, þessar er alveg sprungnar út. Hérna þessi. Þessi er alveg búinn og þessi er að koma. Þessi er að koma hérna? Já, bóndarós. Já. Eru þær í svolítið uppáhaldi hjá þér bóndarósirnar? Já, ég finnst það virkilega fallegar. Það verða ofsalega þetta eru stór og mikil. Já, stórar og miklar. Já. En þessi er aftur fíngerðari og fínni en blómstrar mjög vel. Áttu þér uppáhaldsplöntu einhverjar sem dettur svona í hug? Mér finnst það bara allar mjög skemmtilegar. Já. Sunnukvisturinn er búinn að vera geysilega fallegur. Já. Blómstrar svo fallega. Og svo er þetta bara fjölærar plöntur allt saman frá henni Sigríði. Svo er þetta með álfa hérna líka? Já, ég er með álfa. Það er stúlka niður í Þorlákshöfn sem málar þetta. Já. Þeir bara lífga vel upp á þetta? Já, þeir hljóta að passa þetta. Já, það ekki. Þetta nú allt saman. Já. Svo er bara að reyna að halda þessu pínu hreinu. Það er
einna helst. En hvernig heldur þú garðinu hreinum? Það gæti alveg. Já. Það ekkert öðruvísi því. Nei. Nei. Já, nú fáum við okkur kaffi. Nú fáum við okkur kaffi. Já. Já, kaffið var kærkomið og bakkelsið hjá þeim Guðrúnum og Sigurðin sem eru annáluð fyrir gestrisni. Við kveðjum heiðushjónin í Brúarhvamminn og hérna setjum við punktinn. Í næsta þættin höldum við svo áfram garðaröltin í Hveragerðin og heimsækjum fallega og áhugaverða garða. Þeir eru sannarlega fjölmargir hérna í Hveragerði. Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skyrgerðin, Hótel Örk og Kjörís.